Jæja, góðan daginn. Þá það samantekt dagsins í dag, föstudagur og það er 23. maí. Ég hélt frá Ósobrero til Tríacastela í dag og var með honum Óskari, félaga mínum, frá Bilbao sem við gengum saman í gær eins og ég sagði ykkur frá og gengum aftur saman í dag og ætlum að ganga saman á morgun til Sarja. En þetta var alveg svona dagur sem var ekkert langur í kílómetrum en fyrstu 8 voru alveg svona upp og niður og alveg talsverð áskorun að taka þessar brekkur. Við stoppuðum í Alto de Pollo bara leið og við komum upp síðustu erfiðu brekkuna. Fengum okkur þar morgunmat, þá vorum við komið með einhver 8 kilometra í hús. Svo héldum við bara áfram sem að leið lá og eftir held ég einhverja 10 eða eitthvað svoleiðis að þá stoppuðum við og það er erfið niðurganga. Það er bara, þetta eru 400 og eitthvað rúmir metrar sem er niður, hæsti punktur í dag var 1335 og svo svona snörp niðurganga og ekkert óþægilega neitt, þetta var fallegt í allan dag, fallegt landslag, alveg yndislegt og við fengum svo gott veður. En svona niðurganga reynist mér oft erfiðari heldur en uppganga eins og ég sagt, reynir meira á hné og með mér, finnst mér heldur en uppganga. En dagurinn í dag algjörlega dásamlegur og ekkert yfir honum að kvarta, af því að þetta bara eins og sé gekk vel og við stoppuðum svo þarna. Þeir voru búin með þetta svona allra brattasta niður. Svona, ég held að við 3,5 eftir hingað til Tríacastela og það er mjög gott að gera það, taka bókana þess að bakinu og teygja úr sér og fengum alveg æðislega bláberja ostaköku og það er yndislegt. Heimabaka og svona sem var mjög fínt á þessum tímapunkti. En annars er Tríacastela auðvitað bara mjög lítið svona þorp og hér búa ekki mjög margir. En á morgun höldum við til Sarja og þá tekur annað við. Hér höfum við verið í svona 400 manna flæði ef við getum sagt á hverjum degi. Það er talað að það byrja 2000 manns frá Sarja á hverjum degi. Núna þegar vertíðin hafin eins og sagt er. Þannig að það verður eflaust öðruvísi en ég þekki aðeins til þaðan í frá. Það er að segja frá Sarja, það sem við systkinin byrjuðum í fyrra. En ótrúlega gaman og ég er búin að hitta fullt af fólki og við erum að spjalla við mann og annan, fólk héðan og þaðan og maður sér að það haltrar og maður spyr hvað er og svona. Þannig að það er alls konar sem er spáð og spekulerað og spjallað en góður dagur, þannig að þangað til á morgun. Já, ég ætlaði líka að segja það reyndar. Af því ég byrja kannski þessa yfirferð í dag á að ég fór í messu í gærkvöldi og þar las ég upp þar sem ég var svo innan frá Íslandi. Við vorum öll að lesa upp frá hinum ýmsu löndum, presturinn sem spáði okkur það og ég las bara á mínu tungumáli og ég læt að fylgja hér, einhver hefur skrifað það hér, forðum sem ég veit ekki hver er, en það var ótrúlega mögnuð stund, falleg stund í messunni, hún var bæði á ensku og spænsku, þannig að það var gaman að fara í þessa messu og ég hveti ykkur sem eru að ganga að taka þessa messu, bæði eins og ég gerði í Roncesvalles og eins hér að þetta svona skiptir máli. Þannig ég upphafið kannski pínlítið lokin á gærkvöldinu og svo höldum við út í þennan dag. En þangað til næst. Þetta er hefð hér í Galísíu, hér ekki síst upp til fjalla og hann að skipta þak, þetta nýtt strá á.
Jæja, nú er klukkan 8. Við erum að leggja af stað heim úr Sobrero og þetta er svona útsýnið upp úr skíunum standa fjöllin. Annars er ég bara hress og hérna á vona góðan degi en dálítið niður á við. En að öðru leyti stuttur, 20 kílómetrar eitthvað svoleiðis. Þangað til næst. Hér er bara dásamlegt veður og þetta er svona myndastopp hjá öllum hérna. Taka mynda sem er pílagrímum, hvort sem þú ert hjólandi eða gangandi. Þetta er skemmtilegt hérna í þessum garði.